Daniel, fjórða sæti er ykkur spáð hérna í þessari spá, er það eitthvað sem kemur ykkur á óvart kannski? Já, kemur nokkuð á óvart, það er svona ofar heldur en ég hélt svona fyrirfram, en það er svona verið á Karavan.is og einhvern svona spár út hér og þar að vera svona kringu 7. sæti, en við erum sjálfur sér ekkert að kippa okkur upp við einhverja spár. Við erum að setja sniður við strákarnir og setja okkur markmið fyrir veturinn og við þurfum að vinna hart af þeim ef við ætlum að ná árangri í vetur og ég er fullviss að við gerum allt í þess. Allar spár hingað til og kraftraðanir bendi þess að það verði alltaf úrslitakeppni í Njarðvík. Það verður væntanlega fyrsta markmiðið þetta vonbrigðin í fyrra. Já, það var náttúrulega ákveðin skellur fyrir að komast í úrslitakeppnina og margt sem að spila þar inn í vissulega eins og gerir hjá liðum sem að ná ekki sínum markmiðum. En þetta er einmitt svona, fyrsta skrefið að komast í úrslitakeppnina og síðan bara tökum við það. En það er náttúrulega þessi gamla klisja, bara einn leikur einn og við ætlum bara að gera okkar allra besta til að ná góðum árangri í vetur en það krefst bara mikilla vinnu og við þurfum bara að vinna fyrir því. Þú ert með í raun og veru allt annan hóp í höndunum heldur en þú kláraði síðast tímabil, færið stærstu bitunum íslensku í Rækjarnat. Líst þér vel á hópinn sem þú ert að fara með inn í þetta? Já, rosalega vel. Þeir eru búin að ná rosalega vel saman sem strákar og tala ekki að fá Ragga í hópinn. Fyrir utan það að vera frábær miðherji þá er hann líka bara frábær karakter og góður í hóp og þetta er, allt annað sem við vorum með í fyrra, raunverulega. Við vorum ekki að spila með skotbakvar í fimmunni og eitthvað svona bull, svona langt fram eftir sísonu og búin að fá viðbætur, Magic, Teddy og Ragnar Helgi. Við erum og Oddur náttúrulega að koma aftur, þannig að þetta er eftir meiðsli, þannig að þetta er allt annað raunverulega. Þannig að mikla breytingar á hópnum frá ári til árs en ég er fullviss að við verðum bara klárir í slaginn nú á 5.